Þannig að nú erum við búin að sjá hvernig við vinnum þetta og getum þá tengt þetta síðan núna við gagnagrunn, þar sem við erum í raun bara að gera það sama og við vorum að gera í verkefni 2 í dæminu sem við tókum í senustu 2 fyrirlesturum. Við erum að taka inn eitthvað ID hér, við erum að taka við einhverjum gögnum, nema núna í staðinn fyrir að við séum að fá þetta úr rec body í gegnum form, þá erum við að fá það í gegnum JSON og þetta er nákvæmlega eins. Þannig að rec body verður inniheldur þau gögn sem eru sendað okkur út af því að við erum að nota þennan JSON body parser í staðinn fyrir form URL encoded body parser. Þannig að gerum það eins og skoðum núna hvernig við gerum þá auðkynningu. Þá erum við að vinna á sama hátt og við vorum með í dæminu sem við tókum í senustu viku. Við erum að nota passport, við erum að nota bcrypt til að geyma lykilorðin, við erum að bera þetta saman við gagnagrunninn og við erum að logga fólk inn. Nema þá geymum við upplýsingar það einhversu loggaðir inn í session og cookieið í klientnum tengir okkur við, þannig að þegar ég er í browsernum mínum þá er ég að viðhalda þessu steiti með því að senda set cookie headerinn alltaf á milli sem segir, herri, hérna er cookieið mitt, áttu það ekki í session, er ég ekki örugglega góður? Jú, hérna þú mátt sjá leyndarmálin. Nema við höfum ekki í vefþjónustum höfum við ekki cookie eða session, þannig að við tæknilega getum notað en það er ekki venjan. Í staðinn við bara að opna þetta dæmi sérstaklega, það endur betur. Svona, við skulum slökkva á þetta, slökkva þessum server, slökkva þessum server. Þannig að við erum með eins og áður Express, við erum með .env, við erum með bcrypt, við erum með passport, PG, þess að tala við gagnagrunn og gera allt þetta. Nema sem bætist við núna er þetta JSON Web Token pakkin og passport JWT til þess að geta parsað síðan þessa JW tokena. Og það sem við höfum þá er í raun, við erum ekki að nota local strategy-na, heldur við að nota þetta. Við erum að segja, við fáum aftur einhverja strategy sem við þurfum að útfæra, síðan fáum við eitthvað fall sem heitir extract JWT. En við erum sama með hérna, við erum með leið til að bera saman notendur, við erum með leið til að finna notendur eftir username eða eftir ID og við erum með eitthvað hérna þá, eitthvað JWT secret sem er þá aftur notað til þess að sýta undirskriftina á þessum JWT token sem við erum að búa til og svo erum við með eitthvað líftíma á tokenunum. Þannig að hérna er hann 20 sekundur, kannski verið aðeins að segja hérna 200 sekundur, það er aðeins betra og síðan erum við með optionir sem við þurfum að gefa upp. Þannig við erum að segja fyrir JWT þá ætlum við að extrakta með því að nota from auth header as bearer token. Sem þýðir þá þegar client er að authenticata sig á móti okkur þá þarf að senda þetta í authorization headernum sem bearer token. Við sjáum á eftir nákvæmlega hvað það þýðir. Svo erum við einhverja strategy hérna sem er bara finnur notandann eftir data.id sem er þá kemur úr tokenunum. Ef við finnum notandann, sendum við notandann áfram, annars sendum við false tilbaka og notandi fannst ekki. Síðan bara segjum við passport að nota þetta, segjum appin að nota passport. Nú þurfum við ekki að nota session, þannig að það er bara þetta sem við þurfum að gera. Síðan fáum við hérna eitthvað, við erum með eitthvað á servernum, þannig að við keyrum hann upp núna. Og við opnum hérna, þá fáum við aftur. Hérna erum við með einhverja svona slóðir, þannig stundum getum við gert þetta, við getum gefið upp einhverja svona slóðir, hvað erum að vera, hvað er þetta að gera? Jú, það er þetta að fara inn á login með því að fara á /login, það er þetta frá admin með því að fara á /admin. Þannig að núna ætlum við að fara hérna og gerum bara nýtt, hér get ég ekki, hérna, breytum við JWT,
búa til request sem ætlar að vera bara login og þá ætla ég að fara hérna á login og ég reyna að getta það og það er ekki til. Þá ef við skoðum hvernig það er útfært þá erum við með post á login og þá erum við bara að taka username og password beint á body og erum aðtöfa bara er þessi notandi til sem við verðum að biðja um. Ef ekki þá segir við no such user. Hugsanlega erum við þá að leka ómiklum upplýsingum þá erum við það er komin leið til þess að spyrja er þetta username til eða ekki. Þess vegna er oftast sett eitthvað svona no such username eða invalid username and or password til þess að leka ekki því að þetta hafi gerst. Það er að segja að þetta sé ekki til að þegar leið ég finn eitthvað username þá er ég komið með eitt piece af upplýsingum. Þá get ég reynt bara að brute force eitthvað lykilorð á móti þessum notanda og þá er sem sagt líka til að þetta gæti verið breytilegt eftir því hvort að ég finn notanda eða ekki þó svo ég skili þessu hér og þá er hægt að taka tíman á því hversu lengi serverinn er að svara. Er hann fljótur að svara ef það er ekki til notandi? Finn ég einhvern mun hann á þá er þetta notað svona timing attacks til þess að komast að því hvort eitthvað hafi tekið lengri tíma að fletta ykkur upp sem þá þar af leiðandi getur þýtt það var eitthvað satt í því sem ég sendi. Það fór í gegnum eitthvað meira en bara að segja nei, þetta er ekki til. Allavega svo ætlum við að athuga er lykilorðið rétt. Ef það er rétt þá ætlum við að búa til token og tokenin er þannig að við tökum eitthvað payload sem eru þá upplýsingar sem eru innifaldar í tokeninum. Okkar tilfelli þá er það bara ID-ið á notandanum sem við viljum gema sem er þá að segja ok, svo sem að heldur á þessum token er user ID með þetta ID sem er í tokeninum. Og hvernig tryggjum við þá að þetta sé eitthvað legit? Það gerum við með því að undirrita tokenið og við samt sem að vera að bæta líka við upplýsingum tokenið sjálft. Þá ætlum við að segja þetta token það rennur út eftir token lifetime og svo ætlum við að taka JWT JSON web token pakka við ætlum að gera þetta við ætlum að kalla í sign aðferðina og hún tekur í raun þetta payload, þetta secret eða einhvern private lykil og þessi options og skilar okkur streng sem er JSON web token og þessi sign options er í raun við getum sagt expires in til þess að láta þetta renna út þannig að það er í sekundum við getum sagt þetta er að renna út á einhverjum ákveðnum tíma, þetta er gefið út af einhverjum ákveðnum aðila, þetta er með eitthvað ákveðið subject, hver er þetta sem er með þennan token, einhverju header er eitthvað encoding og eitthvað svona. Og þetta getur verið geymt einhver ákveðin svona skilgreind atriði tokenin, þá líka í raun hvernig er hann sænaður. Þannig að í grunninn er hann HMAC using SHA-256 hash algoritmin og þá fáum við hérna token og við skilum honum bara. En upplýsingar síðan það hvað erum að vera þarna, hvað er hérna, eru í þessum payload. Þannig að núna ætlum við að logga okkur inn með hennum klassíska notanda admin 123 og förum það aftur hérna, segjum raw, förum í JSON, kallum í username admin password 123 not found, gleymdi að setja post hér þá fæ ég tilbaka token og núna ef ég set vitlaust lykilorð þá fæ ég invalid password ef ég set vitlausan notanda þá fæ ég no such user en þetta tók 4 millisekundur þetta tók 134 millisekundur þannig geti ég, já ok, þetta tók langan tíma og það er greinlega til ykkur admina því þetta tók 2 orður af magnitúd lengur að fletta þessu upp en að vera með einhvern sem ekki til. Áhugavert. Allavega, við fáum hennan token og hann lítur bara svona út og maður myndir bara wow, þetta er mjög flókið, þetta lítur að vera mjög solid dæmi. Já, þetta er ákveðið solid dæmi en það sem við höfum hérna er í raun token sem inniheldur ákveðin gögn
og við sjáum hérna að hann inniheldur þetta ID jafnt og 1 EAT sem hérna issued at og expiration time. Þannig að þetta í raun payload gögnin sem voru sett inn í tokenin. Þetta það sem hérna, skilgreint í staðlinum, hvenær hann var til, hvenær hann rennur út, en síðan fáum við bara upplýsingarna sem við setjum inn. Þannig ef ég fer núna og gerum node.mon svona og ég ætla að segja eitthvað mjög mikið lindó og ég fer aftur og ég sæna mig aftur inn, ég fæ annan einhver token og ég spellum hérna og þá eru þessar upplýsingar ekki faldar, þær eru ekki í raun, ekki sýnilegar eins og með tokenin. Það eina sem að tokenin gerir að segja okkur að hann var undirritaður og þá því aðeins að undirritunum stenst þegar við fáum hann síðan tilbaka að þá segjum við já, þú ert í alvörunni einhver sem að á upplýsingar og ert ID, notandi númer ID 1. Þannig að ef við tökum hérna og setjum inn tokenið okkar eða lykilinn sem við vorum að nota hérna og við setjum hann inn hérna og þá sjáum við að þetta vissulega lykill sem var undirritaður með þessum hérna lykli og við breytum honum eitthvað smá. Já, nú ég reyndar að búa til og hann uppfærir undirritunina í hvað skipti, en þannig að það undirritun sem skiptir máli, ekki hvernig token lítur út. Þannig hérna í raun einhverjar upplýsingar, svo kemur einhver punktur og þá sjáum við headerinn hérna, hann geymir það að þetta type JVT, þetta algoritminn HS256, svo fáum við hérna, þetta payloadið og svo fáum við seinasti punkturinn signaturið. Þannig við höfum þetta og þá núna ef ég vil fara inn á admin og ég vil getta admin þá fæ ég tilbaka invalid token. Ég fæ hérna 401 unauthorized. Þannig að ég var nú ekki að senda neitt token, ekki neitt hérna. Þannig að það í raun bara að segja að það ekkert, ég hef ekki token, ég hef ekki aðgang. En þá get ég sagt hérna bearer token og það sem að það þá, sá sem að heldur á þessum token, hann notandi sem í lagi og þetta gleymdi ég tokenum hérna, þannig að fyrir aftur ég að logga okkur inn hérna, fáum token, þetta svona, vistum þennan, búin til nýja hérna sem heitir /admin, hún ætlar að sækja á admin, þá fá aftur hérna invalid token, við ætlum að fara og segja authorization, bearer token, sem að senda þetta og núna fæ ég tilbaka hérna að ég fæ aðgang að þessum gögnum sem á bak við auðkenninguna og það sem að gerist þá þegar ég bið þetta í það sem við vorum með eitthvað sem við kallum ensure logged in, við vorum með sessionið og athugaðurinn eitthvað í sessioninu sem að rétt og satt. Þá erum við núna með eitthvað sem heitir require authentication og við setjum það hérna á slóðurnar okkar sem að krefjast þess að auðkenndi notandi geti séð það. Og það sem við gerum þá að biðja passportum að authenticata fyrir okkur með JVT, við erum ekki nota session og það sem að gerist hér að við förum í gegnum þetta og þetta pikkar út tokenið úr bearer token út af því að við sögum það hérna uppi að við ætlum að nota extract JVT from auth header as bearer token og ef að það gengur eftir og við fáum ekki villu þá og við fáum notanda, ekki villu og fáum notanda þá sendum við áfram og segjum þessi notandi til en annars getum við fengið hérna í info að tokenið sé expired og þá getum við sagt þessi token expired annars getum við fengið invalid token og þá ef ég bara set eitthvað hérna, ég set eitt punkt í viðbót og þá fæ ég tilbaka invalid token. Þannig að þarna erum við framkomið þessa sannræningu á því að það
token sem kom inn hafi verið réttilega undirritað af okkur á einhverjum tímapunkti sem að fellur innan þessa gildistíma tokensins. Þannig að svona gerum við auðkenningu og þannig að við erum komið með sömu tól fyrir vefþjónusturnar okkar og við vorum með fyrir bakendan okkar. Við getum loggað okkur inn, við getum sótt gögn, við getum birt gögn, við getum breytt gögnum með því að nota HTTP aðgerðirnar í staðan fyrir að vera bara að pósta þá mismunandi endapunkta sem segir til heyrðu, hér á að eyða, hér á að búa til, hér á að breyta og þannig fáum við svona hreinna viðmót. Síðan eru aðrir hlutir sem að þarf að hafa í huga þegar við erum að búa þetta til og ekki bara við svo sem vefþjónustur heldur líka við bara veflausnir sem að lesa gögn og birta óháð þessu. Þannig að við bara skoðum dæmi og sjá, þetta dæmi var skoðum bara þessi 3 dæmi þau eru bara not good goals. Sjá, byrjum á paging dæminu. Það er þegar við erum að sækja gögn sem eru rosalega mikið af. Þannig við erum búin að vera með gagnagrunn, við erum búin að safna upplýsingum pantanir eða eitthvað og við erum búin að komin yfir það að vera með 10 pantanir, yfir að vera með 100 pantanir, yfir 1000, við erum komin með 20.000 af panturum. Þá gengur náttúrulega ekki að senda þær alltaf tilbaka á notandann eða einhvern sem að möndla með pantanir. Heldur þurfum við eitthvað svona view þar sem við erum að geta pageað í gegnum. Og því að við séum þetta í vefviðmótum þá oft bara eitthvað næsta síða eða eins og þurfum að leita á Google eða eitthvað við fáum næsta síða og svo framvegis getum séð hvað í gangi. Þannig að ef við keyrum upp þetta dæmi og við opnum þetta þá eitthvað mikið að gerast hér en það sem að við gerum í grunninn í raun að sýta þennan gagnagrunn, bæta við hann, setja inn í hann, gommu af einhverjum gögnum sem notum faker, búum til eitthvað ákveðið mörg 100 fake gögn, insertum þau öllum inn í einhverja töflu og erum þar af leiðandi með 100 færslur í þessari mock töflu. Þannig að við skoðum hvernig það lítur út. Lítur það út svona. Þannig að við erum með alveg gommu og sjáum við bara paging frá ég þarf að fara í gegnum þetta. Ég er með bara gommu að einhverju liði og þegar ég er að birta það síðan til notandans þá er ég að velja og ég er að nota offset og limit til þess að setja inn í queryun og segja hvað er síðan sem ég er að horfa núna. Ég er að segja hvað er ég að offsetta mikið, frá hvaða færslu er ég að telja og hvað er ég að taka margar færslur með þessu limit. Þannig í grunninn segjum við ég bara byrja á 0, ég byrja bara frá fyrstu færslu og fram að 10. færslu. Og svo sendi ég það inn svo get ég séð í raun, það eru fleiri færslur þannig að þá get ég sagt, hér eru næstu síður sem við getum notað. Þá getum við séð hvernig það kemur fram í þessu. Förum bara aftur getum aftur þetta og þá sjáum við fyrsta upp að 10. og svo bætum við þessum svona lýsigagnar hlut sem að fylgir þessum halstaðli fyrir REST vefþjónustur. Það sem við getum sagt í raun, hér eru næsta síða af gögnum og hér er síðan sem þú ert á. Þannig ef ég fer á þessa síðu þá fæ ég í raun frá og með 11. og upp að 20. stakinu og þetta leyfir okkur þá
á skilgreindan máta að leiða notandan áfram og sýna hér er næsta og þetta svona pattern er mjög mikið notað þegar kemur að því að nota vefþjónustur af því að oftast tíðum erum við ekki með bara einhverjar 10 færslur heldur hlaupa þær á 20 eða ekki 100 og við viljum einhvern veginn geta komist í gegnum allar. Síðan sjá, við erum hérna ef við bökkum einn förum hérna í join dæmið þá erum við með aðeins flóknari gagnagrunn en þarna erum við að nota þetta sem ég fór aðeins yfir í hérna gagnamódelinu en tökum aðeins betra dæmi núna þar sem við erum með upplýsingar notanda, við erum með upplýsingar með einhverja flokka, við erum með upplýsingar með einhverja bækur og svo erum við með svona venslatöflu, tengitöflu á milli notanda og bóka. Þannig að við getum ímyndað okkur það, við erum með N notendur, við erum með M bækur og fyrir hvern notanda þá getur notandi sagt ég hef lesið þessa bók. Þannig að við erum bara útfæra hérna Goodreads í mjög litlu formi hérna. Og það sem við erum þá að segja hér er í raun, ég er með notendur og notendur eru bara til. Þeir depend ekki á neitt, þeir eru ekki með neitt constraint á sig sem segja til að notandi verði að vera tengdur við eitthvað ákveðið. Sama með categories, þannig að categories eru bara færslur sem verða til. En síðan fáum við bækur og þá erum við komið með bækur, það hafa ID, þeir hafa nafn, en þeir hafa líka tengingu inn í flokk. Og flokkatengingin er einhver heiltala sem er ekki null og það er constraint á þessu sem segir að category verða að vera foreign key fyrir kategóri constrainti heitir kategóri það vísar í kategóri hérna og það referensar categories ID þannig að færsla í þessari hérna töflu er gild þá því aðeins að kategóri gildið vísi í löglegt gildi í þessari hérna töflu þannig að við erum búin að búa þarna til one-to-many samband sem segir kategóri getur átt sér marga bækur en bók á sér eina og aðeins eina kategóri. Og síðan segir við many-to-many samband sem er á milli notenda og bóka og þá það í raun sama hér. Constrainted book vísar í book-reitin hérna sem verður að vera gilt ID í books-töflunni og sama með users. En þarna út af því að þetta many-to-many sem því í raun að hver notandi getur átt sér marga bækur og hver bók getur átt sér marga notendur sem vísi hérna að þá verðum við að færa þetta yfir í sína eigin töflu sem þá þessi tengitöfla og þegar við erum komið svona tengitöflu þá fáum við tækifæri til þess að búa í raun til einhverjar upplýsingar venslin og við getum líka gert þetta þó að við værum bara með one-to-many en þarna til dæmis þetta að þegar notandi á sér bók þá hefur hann líka tækifæri til þess að gefa bókinni einkunn og þá geymum við í venslatöflunni þessa einkunn notandans og við bætum síðan við einhverjum gögnum hérna bætum við nokkrum fantasy og sci-fi bókum tveimur hvorum í réttum kategórium hérna og síðan búum við til einhverja notendur, 2 notendur og síðan búum við til upplýsingar notendunar hvað þeir hafa lesið af bókunum og hvað þeir hafa gefið þeim í einkunn. Þannig að þá fáum við út einhverja svona þar sem við erum hérna að bæta við þessum 6 færslum í einu þar sem að notandi 1 hefur lesið bók 1 gaf henni 2 í einkunn notandi 1 hefur lesið bók 2 gaf henni 4 í einkunn og svo framvegis. Síðan þegar við lesum þetta upp og við skoðum hérna keyrum þetta upp og við queryum þá bara síðuna hérna þá sjáum við getum sótt users, við getum sótt books og við getum sótt categories. Sækjum users fáum upp þessa 2 notendur getum sagt hérna eitthvað þetta ég sjálfur users 2 get farið í users 2 ég get gert hérna þá get ég séð í raun hvaða bækur hefur þessi notandi lesið ef ég fer aftur hérna og ég skoða bækurnar
þá sé ég hér bókin af Wizard of Earthsea og ég get fengið upplýsingar bókina, biðja það og þá get ég fengið upplýsingar það hver hefur lesið bókina. Þannig að lesa á 2 mismunandi vegu þessi vensl. Ég að lesa venslin út frá bókinni og segja þá allir sem hafa lesið hana og ég að lesa venslin út frá notandanum og allar bækurnar sem hann hefur lesið hana. Og það sem við erum að gera þá hér þetta að við erum að sækja bækurnar. Við erum að sækja bækurnar bara eftir ID from books. Þannig hérna erum við ekki með paging, en það myndum við þurfa ef við værum í raun að fara að sjá fram á að þetta eru fleiri færslur. Við bætum við hérna þessum links object þess að gefa upplýsingar hvað hægt að skoða og við skiljum því. Þegar við sækjum síðan staka bók þá erum við að gera 2 hluti. Við erum að sækja alla bækurnar með kategoríunni, en síðan erum við líka að sækja alla notendurnar fyrir sem hafa lesið þá bók. Og hérna erum við með svona klassískt vandamál sem það að við erum með svona n+1 query. Það sem við erum að gera þá að við erum að nota 1 query hérna til þess að sækja all stökin okkar sem við ætlum að vinna með. Út frá því fáum við n færslur og við sækjum síðan þessar n færslur. Þannig í heildina erum við búin að gera n+1 query sem ekki ideal. Af því að þá erum við ef við erum að sækja 100 stök í einu þá erum allir komið 101 gagnagrunnskall í því einu að birta þessi stök. Og ef við erum að gera það oft þá erum við fljót jafnvel að kæfa gagnagrunnin okkar. Og sérstaklega ef þetta einhver svona hot path þar sem í raun mikil trafík í gegnum þessa query eða þennan endapunkt eða hvað sem að lesa þetta upp og þá getum við lent í vandræðum í forritun okkar. Í staðinn þá ættum við að vera með join þar sem við setjum þetta bara beint saman í eina query þar sem við erum í raun að sækja bara alla notendunar við erum að byrja því að sækja frá venslunum þar sem að bókin svo sem við erum að biðja og síðan erum við að joina notandan við töfluna og hugsanlega bókina við töfluna og fá þá eina röð sem hver röð fyrir sig inniheldur allar upplýsingar venslin, bókina og notandan. Síðan þegar við erum að sækja notendur þá erum við komin aðeins hérna og hér erum við með bara query sem að gerir þetta allt saman í einu. Það sem við erum að gera hérna erum að selekta notandan og hérna verðum við að prefixa þetta með í raun hvaða töflu við erum að vinna með því að við erum að vinna með fleiri en eina töflu. Við erum að sækja líka nafnið, svo ætlum við að nota hérna eitthvað aggregate fall sem að nota í Postgres og til þess að geta nota það þá verðum við að hópa eftir hver notandinn Það sem við erum að segja nú er ég að sækja einhvern ákveðinn notanda, gefðu mér hvað average ratingið á bókunum sem þessi notandi hefur lesið. Og svo sækjum við þetta út frá bókatöflunni og skilum í raun þá þeim upplýsingum og svo erum við hérna að sækja síðan allar bækurnar fyrir notandan og hérna gerum við þetta allt í einni query þannig við erum ekki aftur með þetta n+1 vandamál og svo erum við að ýta í gegnum þetta og getum þá birt þessar upplýsingar fyrir notandan sem við sáum áðan. Það sem við erum með user, ég er með hérna ID, name á notandanum, average rating fyrir alla bækur sem þessi notandi hefur lesið og síðan alla bækurnar sem þessi notandi hefur lesið. Með þá hverju staki fyrir sig, sótt með joini út frá venslatöflunni, joina við bókatöfluna, út frá því þar sem að venslatöflan, userinn ID og userinn sem við erum að biðja Ok. Þannig að þetta það sem maður þarf að gera í hópverkefninu og þetta dæmi sem ætti að vera nægjanlegt til þess að geta rekonstruktað eða dekonstruktað og rekonstruktað út frá þeim forsendum.
sjá. Herri, þetta bara fínt af dæmum úr þessu í bili. Ég ætla að sýna ykkur líka annað sem við getum notað til aðstoðar í hópverkefni 1 og sjá, lokum hérna aðeins. Það er sýnilausnin fyrir hópverkefni 1 frá því í fyrra sem við skoðum, ef við skoðum hérna þannig að hópverkefni frá því 1 í fyrra er keimlíkt því sem það er núna, nema þá að vera að búa til svona eitthvað sjónvarps eitthvað og þá voru gefin fullt af gögnum fyrir einhverja sjónvarpsþætti sem voru vinsælir fyrir 12 mánuðum síðan. Þá voru einhverja seríur hérna, þá var WandaVision númer 1 samkvæmt einhverju og hérna og það þurfti að lesa inn öll þessi gögn, það þurfti að tengja þau við hérna Cloudinary og það þurfti að búa til vefþjónustur sem að skaffa þessum gögnum. Síðan var þetta búið til notanda, þar sem að notandinn gat farið inn og sagt hérna, heyrðu, mér langar að horfa á þetta eða ég er búinn að horfa á þetta, ég ætla að gefa þessu eitthvað rating frá með 0 til og með 5. Og þetta var bara skilgreining á því hvað þurfti að gera, alveg eins og við höfum núna, nefnum bara öðruvísi verkefni. Þetta voru að nota Cloudinary, þannig hérna er ég með Cloudinary uppsett af bara mínu hérna e-maili og við getum fengið þetta ókeypis, alltaf eitthvað gigabæt af gögnum og 10.000 myndir eða svo. Þannig að ég er með allt hérna og allt er góð hjá mér hér. Svo getum við fyrir að skoða hérna og þá getum ég séð alla myndir sem er búið að uploada hérna inn. Frábært. Þetta er kjánlegt. Hérna er mér fullt af einhverju testdæmi. Alveg afskaplega mikið einhverju testdæmi og svo er ég hérna með einhverjar upplýsingar frá einhverjum. Þetta var í raun eitthvað sem var gefið síðan bara aðgangur að. Þannig að þau sem voru að vinna verkefnið gátu nota þetta sem til að bera sama sín lausn við þá lausn sem var frá mér. Þannig að þarna var ég bara búinn að búa til aðgang að þessu. Ég fer hérna, ég copya þetta API environment variable, setja síðan inn í environment hérna í þessu og svo er í raun upplýsingar allt hvað þarf að setja hérna upp, nema ég er að setja hérna vitlaust lykilorð hérna. Það sem ég ætla að renna aðeins yfir með einhverju sýningur er að það eru fyrir þessar vefþjónustu endapunkta eru í raun test fyrir mjög marga. Þannig að hérna, alveg eins og við vorum að skoða og æfa okkur svona þess að vinna með í verkefni 2 að búa til test úr gagnagrunninn, þá erum við hérna í raun að crosscutta ekki bara beint inn í gagnagrunninn, heldur líka í gegnum í raun vefþjónustuskilin, gegnum validation inn í gagnagrunninn og svo tilbaka með eitthvað gögn. Þannig að hér getum við séð að ef að gagnagrunninn er í lagi, þá ætti ég að geta sótt tv/1/season/1/episode 1. Þess að ég er með þátt sem er með ID 1, hann er með 1 season og hann er með 1 episode. Við ættum að fá tilbaka 200 og ID-ið ætti að vera 1 og nafnið á þessum sjónvarpsþætti ætti að vera skilgreint. Og svo höfum við svona upplýsingar og svona test fyrir bara mjög marga hluti, þar sem við erum bara með hérna fyrir að sækja síður. Við erum að passa að síðurnar, við séum að það sé í lagi. Við erum að segja ef ég reyna að sækja síður sem eru út fyrir og þá fá ég tilbaka engar upplýsingar eða engin gögn. Ef ég reyna að sækja eitthvað sem er með ólöglegu hérna, ég er með eitthvað offset A, limit B, þá fá ég tilbaka 400 sem er þá bara hérna client-side villa og svo framvegis. Og alveg niður í það að vera í raun með fyrir þessa admin notendur, að vera með hardkóðaðan admin notanda sem er hægt að logga sig inn með og framkoma þá admin aðgerðir eins og búa til eitthvað, eyða einhverju, breyta einhverju. Og þá ef ég keyri þetta og er með þetta allt sett upp hérna, þá var þetta í raun 106 test í heildina. Keyri þau, þá byrja þau bara að keyra og þau feila öll þegar ég er ekki að keyra vefþjóninn. Þannig ég þarf að keyra vefþjónustu
og hann er að keyra núna, þannig þá get ég keyrt þetta og þá er þetta í raun að gera hérna í gegnum fetch and parse er einhver hérna sem að keyrir þetta með því að nota fetch sem er sótt hérna úr node fetch. Þannig þarna er ég að nota fetch eins og við notum það aðeins í Web-Fortran 1 til þess að ég reyna að gera bara úr testinu mínu fetch í vefþjónunum sem er að keyra við hliðina á testinu og gera það bara fyrir í raun alla þessa hluti og keyra bara þetta í gegn og blessunarlega eftir ég lagaði hérna notendan sem ég check in hérna sem er ekki rétt hérna, heldur þarf að vera hérna og síðan í testinu þá viljum við raun þá viljum við hafa þetta hérna sem er í raun roundin sem við keyrum af því að ef þau eru of mörg þá erum við í raun að hægja mjög mikið á testunum okkar. Ef þau eru nú hæg fyrirfram þau tekur alveg 6 sekundur að keyra allt þetta test suite og þetta er það gengur það langt í raun og veru að það upplóta líka mynd þess vegna er þessi testmynd þarna að fara inn og hún var bara að koma inn hérna bara ný fyrir hérna þessum mínútu síðan að þegar testið í raun upplótaði myndinni og athugaði að myndin hafi verið upplótað eftir að testið var búið að keyra. Þannig að þetta er að testa alveg bara mjög mikið. Þannig að og vonin er síðan með þetta og gerðist þetta bara kom bara upp eitt case eða eitthvað svoleiðis hérna að það kom upp í raun villa í þegar einhver fór að nota hérna sýnlausnina og þá í raun gat ég bætt við testi sem segir hérna og þá var það út af því að einhver var að nota ekki JSON heldur var að nota url-encoded hérna gögn að ef að það er reynt að þá gat ég sagt hérna ég vil samnarina mig það að ef einhver reynir að registrera sig sem notandi með því að nota þetta og þá gat ég sendt hérna bara hérna er option hérna er bara þetta eins og notandinn sem að reportaði þessa bug sagði herri ég prófaði svona og ég sagði hei getur þú sendt mér hvernig þú gerir þetta í Postman fekk tilbaka þetta sjá ok ég skil hvað gerist er vitlaust að gerast gæti búið til test sem að var þá failing út af því að villan var til staðar ég fekk ekki 400 villu ég fekk bara 401 villu eða eitthvað ég man ekki hvað það var en þetta er það sem ég vildi í raun að serverinn myndi skila fyrir þetta request þá gæti búið til þetta test ég gæti farið síðan í lógíkina þar sem þetta var og athuga hérna ef þú ert að posta eða þú ert að patsa og það er einhver content type header og hann er ekki application JSON og hann er multipart formdata og hann er hérna gæti verið multipart formdata líka þegar við vildum taka við myndum að þá vil ég skila þessari villu og þá get ég í raun sett þetta inn og sett inn á þeim stöðum þar sem að er verið að taka við þessum upplýsingum fyrir notandan og já, hérna var þetta líka ef við reyndir að búa til admin sem var til að útfært þetta þannig að ég búið til failing test og lagað það er mjög sterkt að hafa þennan infrastruktúr til staðar en þetta er þá svona það sem ég ætlaði að fara yfir með þessar vefþjónustur og það er eitt dæmi viðbót sem ég ætla að taka og svo bara þegar ég er að missa röddina að hérna fara aðeins yfir verkefni 3 og aðeins viðbótana sem er komin við hérna hópverkefni 1 þannig að við byrjum á þessu dæmi sem ég ætla að taka hérna í lokin sem að tengist lokaði þessu sem ég ætla ekki að loka sem tengist hópverkefninu það er með web services við opnum þetta sérstaklega við ætlum að hafa möguleika á því að búa til svona web services WebSocket ekki web services þetta er mjög auðvelt að rugla þessu á þegar bæði
WebSockets, WebSockets og WebServices. En WebSocket er það sem við erum að skoða núna. Það sem við ætlum að nota þar er í raun WAF-S pakkin og við getum líka nota hérna Express WAF-S, en þetta dæmi nota bara WAF-S pakkan. Og það sem það gerir er í raun að leyfa okkur að búa til annan server meðfram þeim server sem við erum að keyra. Þannig að nú erum við að keyra einhvern hérna HTTP server á porti 3000, en við viljum búa til WebSocket server sem keyrir líka á porti 3000 og leyfir okkur að tengjast með WebSockets. Og WebSockets eru þannig að við getum búið svona full duplex samskipti á milli clients og servers, þar sem að clientinn getur sendt gögn og svo helst socketið opið og við getum sendt fram og tilbaka svona rauntíma gögn þarna milli. Og hérna erum við bara með dæmið sem er að nota líka í client hérna, býr til WebSocket bara í gegnum WebSocket API í Vavra, býr til einhverja inputa og eitthvað form sem leyfir okkur að submitta þessum gögnum. Þetta er allt event based, þannig að þegar við tengjumst WebSocketinu eða þegar við fáum upplýsingar þá verða til einhverju eventar sem við þurfum að bregðast við. Og við ætlum að segja hérna, við opnum þetta WebSocket, við sendum halló yfir á serverinn svarar okkur með einhverju og hann er útfærið hérna sem svona echo server. Þannig að ef við keyrum þetta, gleymum að slökkva á servernum hérna. Þetta var villst dæmi. Lokum nú bara svo ég sjá aðeins hérna, skilja aðeins hvað er að gera. Hvar? Loka. Gerum bara hérna kill all node. Dreipum alla process sem heita node. Nú getum við. Já, ok. Svona. Ok. Þannig núna erum við með eitthvað hérna sem er einhver server og serverinn er bæði að senda eitthvað ping á einhverju intervali. Þannig að serverinn er hérna á 5 sekúndum fresti, sendir hann ping á alla sem eru tengdir og clientinn segir bara alltaf þegar ég fæ message þá ætla ég að bæta því við hérna þegar ég fæ message þá ætla ég að bæta því við þetta pre sem ég er með hérna en við sjáum hérna hvað er að gerast. Þannig ef ég sendi núna frá servernum ASDF þá fæ ég hérna echo frá servernum sem er ASDF og ef við skoðum hvað er í gangi hérna þá erum við með hérna WebSocket þjón í gangi, þannig að við erum með opna tengingu þarna á milli. Það er ekki gott að debugga þetta í Firefox en ef við notum Chrome opnum við þetta hérna og förum í Network og eftir hérna þá fáum við WebSockets hér og þá sjáum við öll skilabúðin sem er að fara fram og tilbaka á milli. Ég sendi þá sendi ég hérna frá clientnum yfir á serverinn og serverinn svaraði með echo Þannig að hérna er í raun bara að senda eitthvað gögn og ég get í raun sendt JSON, ég get sendt eitthvað, þú veist, og þetta er í raun bara prótókollin er þarna til staðar til þess að leyfa okkur að senda þessi samskipti fram og tilbaka og við erum í raun bara með opið socket og getum bara tala saman þarna eins og við viljum. Síðan getum við líka nota Postman til þess að gera þetta og þá þurfum við að fara hérna í WebSocket request og þá getum ég gert hérna WAF-S, þetta er ekki HTTP, þetta er WebSocket localhost 3000 og nú er ég tengdur honum og við sjáum hérna connected og nú fáum við að sjá hérna ping, þannig að nú er hann að pinga mig hér og hann er að pinga mig hér og það er alltaf sami serverinn sem er að taka við þessu og þessi server pingar alla klientana sína út af því að við erum að segja hérna allir klientar sendu þetta broadcast message á alla klientar sem eru tengdir. Þannig að við fáum hér og við getum síðan sendt tilbaka eitthvað svona og við fáum þá echoið líka hér og við getum séð hvað er að gerast. En eins og ég segi, við getum alveg ákveðið að prótókollin
þau skilaboð sem við erum að senda tilbaka ætti alltaf að vera eitthvað JSON. Þá það bara, þá get ég sent það hérna, þá þarf ég bara að taka við því sem JSON og ég þarf að parsa það á clientnum, á servernum segi ég, og vinna úr þeim gögnum ef við viljum fá eitthvað, eða þá að clientin að senda JSON og þá þarf clientin að passa það og birta út frá því hvaða gögn voru send að einhver stöðubreyting hafi átt sér stað.